til að heimsækja mosa sem býrðar inn í rifsberjarunna. Þau ætla að fá hann með sér í leik en þau koma tómum kofanum. Þetta nú eitthvað dularfullt, segir Kuggur. Við skulum leita að honum. Og Kuggur og Heiða leita og kalla. Mosi, Mosi, hvar ertu? Hvar ertu? En allt kemur fyrir ekki. Að lokum eru þau orðin dauðþreytt og hálfgrátandi. Hvar getur hann verið, auminginn litli, snöktir Heiða. Ég veit það ekki, svarar Kuggur. Við ættum kannski að fara heim til Málfríðar og athuga hvort hún get ekki hjálpa okkur að finna hann. Stuttu seinna standa þau á dyraþrepinu hjá Málfríði. Kuggur styður á dyrabjölluna en þá heyrir sprenging fyrir innan. Heiða og Kuggur hrökkva í kút. Hvað Málfríður nú að bralla, segir Heiða. Í sömu svifum opnar Málfríður dyrnar. Hún öll svört og sótu. Nú það þið, segir hún. Þið ekki að styðja svona fast á dyrabjölluna. Í hver skipti sem það gert, springur dyrabjöllu knúni ruggustóllin hennar mömmu í loft upp. Hún orðin þreytt á að hafna alltaf upp á skáp. Og ég orðin ennþá þreyttar á að hífa hana niður. Komið nú og hjálpi mér, bætir Málfríður við. Krakkarnir ganga inn og mikið rétt. Þarna situr mamma Málfríðar upp á stórum skáp. Komið sælir í jutna mínar, segir hún. Hvað segir þið gott? Já, segir Kuggur, við segjum eiginlega ekkert gott. Og hvað ég heila þetta? Hrópar mamma Málfríðar. Málfríður, kallar hann svo. Bjargaðu mig strax niður að skápnum, stelpa. Ég þarf að ræða við þessu börn. Já, stynur Málfríður þreytulega. Hún reisir stig upp við skápinn og klifrar upp. Svo tekur hún í handlegginn á mömmu sinni og lætur hann að lafa niður að skápnum. Náðu í púða, krakkar, kallar Málfríður, fljótt. Kuggur og Heiða þjóta til og fleygja mörgum púðum á gólfið fyrir neðan mömmu Málfríðar. Viðbúinn, tilbúinn, nú, kallar Málfríður og sleppir mömmu sinni. Hún hrapar niður og hlunkast ofan í púðarhúuna, hlæjandi og skrækjandi. Við kitlar alltaf í maga þegar þú lætur við detta svona á skápnum. Jæja, krakkar, segir hún svo. Hví eru þið svona döpur? Það af því Mosi litlir horfinn, segir Kuggur snöktandi. Við höfum leitað að honum allan garðinn en við finnum hann hvergi, segir Heiða og snöktir líka. Já, hérna, segir mamma Málfríðar þegar hún heyrir þetta. Þetta vandamál. Já, segir Málfríður, dæmigert vandamál. Þá aðeins eitt að ræða, segir mamma Málfríðar ákveðin. Já, segir Málfríður, vandamálatölvan. Það ganga síðan inn í næsta herbergi. Brátt heyrist tónlist þaðan. Kuggur og Heiða líta forviða hvort á annað. Hvað nú á seyði? Þau fara og kíkja inn dyrnar á næsta herbergi. Þá sjá þau vandamálatölvuna. Hún lítur út eins og píanó. Nema það á þessu tæki eins konar tölvuskermur þar sem fólk hefur nóturnar á venjulegu píanói. Málfríður situr og spilar á þetta píanó en mammenar horfir stíft á skerminn. Komdu, hvíslar Heiða Kuggi og þau læðast inn og kíkja líka á skerminn. Þar birtast alls konar skrýtnar myndir. Spilaðu svolítið hraðar, stelpa. Allegro, skipar mamma Málfríðar. Málfríður hamast eins og óður píanóleikari með hárið í allar áttir. Hún spilar hraðar og allt í einu sést eitthvað á skerminum sem þau kannast við. Stansaðu, æpir mamma Málfríðar. Þetta Mosi, hrópar Heiða. Jæja, þarna hann loksins, segir Málfríður lafmóð. Þá þurfum við að staðsetja hann. Hún styður og eina nótun á píanóborðinu. Þá birtist mynd af gömlum kalli á skerminum. Sturlaugur, hrópar mamma Málfríðar, hrekki svíni það. Málfríður styður á aðra nótu.
Þá birtist hús á skerminum og hundur. Þá liggur máli ljóst fyrir, segir mamma Málfríðar. Sturlaugur og hundurinn hans hafa stolið mosa bara til að hrekkja okkur. Hvernig gátu þeir það? Mosi svo æðislega sterkur, spyr Heiða. Sturlaugur hlýtur að hafa gefið honum svefnlyf eða eitthvað, svarar Málfríður. En nú gerum við hernaðaráætlun og björgum mosa frá þessum leppalúðum. Hvernig skildum við fara því, hugsar Kuggur. Nú skipuleggjum við okkur, segir mamma Málfríðar. Þú, Kuggur, þú skalt dulbúa þig. Dulbúningaskápurinn er þarna. Við stelpurnar vígbúðumst á meðan. Kuggur opnar dulbúningaskápin. Vá, æpir hann upp yfir sig. Æðislegir búningar. Hvaða búning ætti ég nú að velja, hugsar hann með sér. Eftir langa umhugsun stendur Kuggur eftir með 2 búninga sem hann har bátt með að velja á milli. Svínabúning og Súpermanbúning. Ég vel Súperman, segir hann svo og fer að klæða sig í hann. Svo gengur hann aftur inn til Heiðu, Málfríðar og mömmennar. Þær eru búin að setja á sig hjálma og skildi og eru með kylfur og sverð. Til atlögu, hrópar mamma Málfríðar og bregður sverði. Förum við ekki á ökutækinu þínu, Málfríður, spyr Heiða. Jú, auðvitað, svarar Málfríður, og hafið fallhlífarnar klárar. Þau klifra upp í ökutækið og brunast þar. Á leiðinni segir mamma Málfríðarinn frá hernaðaráætluninni. Þú, Kuggur, ferð að dyrunum hjá Sturlaugi og hringi dyrabjöllunni, segir hún. Þegar hann opnar, komum við Heiða stökkvandi niður í fallhlífum, grípum hann, frelsum mosa og förum síðan aftur upp í ökutæki til Málfríðar. Stuttu áður en við komað húsi Sturlaugs, hleypir Málfríður Kuggi út og hann gengur síðasta spölinn. Málfríður stýrir ökutækinu sín á húsinu, stansar í loftinu fyrir ofan útidyr Sturlaugs og bíður þar. Heiða og mamma Málfríðar er í viðbragðsstöðu. Kuggur kemur að dyrunum og hringir á dyrabjöllinni. Eftir smástund opnast dyrnar og Heiða og mamma Málfríðar reka upp heróp leið og það stökkva niður. Það lenda á rassinu sitt hvorum megin við Kugg og öll 3 glápaðu á dyrnar. Því það var alls ekki Sturlaugur sem opnaði, heldur, já, það er Mosi. Og hann brosir breitt. Þau ganga inn á eftir honum og þarna á miðju gólfi situr Sturlaugur allur þrælbundinn. Hann er með bananahýðu á hausnum, gulrætur í eyrunum og epli í munninum. Og hundurinn hangir í ljósakrónunni. Mamma Málfríðar skellihlæjar. Ekki. Þú lítur út eins og ávaxtasalat, Stulli minn, segir hún. Mosi, þú ert algjört æði, segir Kuggur. Magnað fyrirbæri. Áður en þau ganga út úr húsinu stansar mamma Málfríðar hjá Sturlaugi, tekur gulrótun og öðru eyran á honum og segir: Það kemur áreiðanlega eitthvað bráðum og losar ykkur, en myndu nú að reyna ekki oftar að stela honum mosa. Já, eða neinum öðrum. Svo stingur hún gulrótuna aftur í eyra. Kuggur, Heiða og Mosi fara á samt mömmu Málfríðar að ökutækinu þar sem Málfríður bíður þeirra. Og þau svífa á braut, glöð og kát,